Elsku börnin mín, Alfreður Erla, Jóhannes og Jón Emil. Ekkert ykkar var fætt þegar ég fekk þá flug í höfuðið í Bloomington. Þar sem ég var stjórnandi New Music Ensemble og Chamber Singers, að gaman væri að stofna svona hljómsveit heima á Íslandi. Þetta var áður en síðasti stórmentor minn, Leonard Bernstein, kom til sögunar. Ef hann hefði komið til sögunar þær mundir, hefði íslenska hljómsveitin aldrei orðið til, að því að hann hefði sagt: þú hefur annað betra að gera, Guðmundur, með alla þína hæfileika en að standa í rekstri hljómsveitar. En svo var ekki. Ég var bara einn að láta mig dreyma út í útlöndum. Íslenska hljómsveitin var hljómsveit ungra atvinnumanna í tónlist og starfaði 10 ár. Hún greiddi sömu laun og Sinfóníuhljómsveit Íslands og þurfti á sömu þjónustu að halda og Sinfóníuhljómsveit Íslands. Það þurfti að flytja hljóðfæri, það þurfti að stilla píanó, það þurfti að borga út laun, það þurfti að gera þetta og þetta gera hitt og panta nótur og halda utan bókasafn og reikninga og endurskoðun og allt slíkt. Þetta tók ég allt að mér, af því að það var ekki annan kost að ræða. Hér á eftir sjáum við brot, ég segi nú ekki kannski brot, hluta þeirra fjölmörgu tónlistamanna sem nú eru orðnir fulltíða menn og konur og leika í Sinfóníuhljómsveit Íslands eða sinna öðrum mikilvægum tónlistarkennslustörfum eða tónlistarskólastjórastörfum. Þetta íslenska hljómsveitin var í sjálfu sér menntastofnun og hefði betur lifað lengur, en þegar ég kvaddi hljómsveitin eftir 10 ára starf og aðrir tóku við, þá höfðu þeir ekki burði eða tíma eða áhuga eða nennu til þess að halda þessu starfi áfram, svo hljómsveitin lognaðist út á 1 ári. Þessar myndir sem hér fylgja eftir eru úr einkasafni mínu og menn eru þar ekki kynntir til sögunar, það bara birtist mynd af þeim. Og samtímis leik ég upptökur, hljóðrit sem ég á hér í mínum fórum og verð þau kynnt sérstaklega, þessi tónverk. Og svo í allra síðast í þessum pistli birti ég skýrslu, 5 ára skýrslu stjórnarformanns eða framkvæmdastjóra eða hvaðan ég var. Hún var bara 30 eitthvað blaðsíður ef maður rétt, og þar reyni ég að gera grein fyrir öllu því sem á dag okkar hafði drifið frá því að hljómsveitin flutti sína fyrstu tónleika. Þessi 5 ára skýrsla
er eina skýrslan sem til starfsemi Íslensku hljómsveitarinnar, að því að þegar koma 10 ára afmælinu þá engin skýrsla skrifuð, eins og gefið væri skín hér áðan. En ég held að ég láti þessi orð nægja til þess að undirbúa okkur undir myndir af þessu unga fólki og undirbúa ykkur undir tónlistaflutning hljómsveitarinnar og loks skýrsluna sem kemur síðast. Njótið vel. Eins og við að búast þar undirritaður að hafa hér örstutt niðurlag, aldrei búinn. Ég ætla að lesa hér tilvitnun. Mesti og besti auður hvers lands er fólkið sjálft sem lifir þar, hugsar og starfar. Þetta er gullvæg setning fengin frá skáldinu Einari Benediktssyni. Mesti og besti auður hvers lands. Íslenska hljómsveitin var lista- og menntastofnun sem virkjaði listamenn allra listgreina á öllum aldri til 10 ára, hljóðfæraleikara, einsöngvara, tónskáld, kóra, dansara, rithöfunda og ekki síst íslenska hljómsveitarstjóra og myndlistamenn. Íslendinga á öllum aldri, eins og áður var sagt, auk erlendra gesta sem oftar en ekki stjórnuðu hljómsveitinni og voru vinir mínir og velunnarar. Enska tónskáldið Henry Purcell, höfundur óperunar Dido og Eneas, var organisti við Westminster Abbey, söngvari og konunglegt hirðtónskáld. Hann var eitt fjölhæfasta tónskáld barokktímans og eitt mesta tónskáld sem englendingar hafa átt bæði fyrr og síðar. Hann samdi óperuna Dido og Eneas árið 1689 við libretto eftir Nahum Tate, byggðu á bálki Virgils Eneas Trójuprins. Nahum Tate var lárviðaskáld. Hann var einnig þekkt sálmaskáld og gerði töluvert af því að betrumbæta verk annara, eins og til dæmis Lé konung eftir Shakespeare sem hann lét enda vel. Sú leikgerð Lés konungs var sýnd á Englandi fram á miðja 19. öld, þegnum heimsveldisins til skemmtunar. Óperan Dido og Eneas ber keim af enskri leikhúshefð síns tíma og skipa þar dansatriði veglegan sess. Þar ber þó einni á frönskum áhrifum, sérstaklega í forleik, hljómsveitarköflum og dansþáttum. Þá er nærvera yfirnáttúrulegra afla, einni nokkuð sem tíðkaðist á óperusviði þessara tíma. Ítölsk áhrif eru þó fyrirferðamest í Dido og Eneasi, sérstaklega hvað varðar lagræn bassaþrástef sem fylgja aríunum og ljóðrænum laglínum. Því hefur jafnan verið haldið fram að óperan Dido og Eneas hafi verið saman fyrir kvennaskóla í Chelsea að beiðni skólastjórans Josias Priests og að óperan hafi verið frumsýnd þar árið 1689 eða 1690. Það hafa hins vegar ýmsir efast að Purcell hafi ætlað þessu merkaverki að vera frumflutt af hópi skólastúlkna með mismikla reynslu af tónlist.
Fundist hefur tónleikaskrá frá Chelsea þar sem auglýst sýning á óperunni Venus og Adonis eftir John Blow, forvera Purcells sem einnig var hirðtónskáld. Þetta vissum menn ekki áður, aðeins að ópera Blows hafi verið sýnd við hirðina. Þetta þykir sumum benda til þess að ópera Purcells, Dido og Aeneas hafi í raun verið frumsýnd fyrir hina tíinbornu af atvinnutónlistamönnum og Karl hlutverk því í raun fleiri en síðan verið endursýnd í kvennaskólanum í Chelsea líkt og Venus og Adonis en sýning Didoar þar hins vegar svo fyrsta sem við höfum heimildir um. En nú víkur sögu til Langholtskirkju 7. mars. Við heyrum hljóðritun frá uppfærslu íslensku hljómsveitarinnar á óperu Purcells, Dido og Aeneasi. Að flutningnum stóðu auk íslensku hljómsveitarinnar, einsöngvarar, dansarar og söngflokkurinn Hljómeiki. Með sýningunni var brotið blað í flutningi ópera á Íslandi þar sem þetta elsta ópera sem hér hefur verið sýnd. Leikstjóri sýningarinnar var Sigurður Pálsson, Hlíf Svavarsdóttir samdi dansana, leikmynd og búninga gerði Helga Stefánsdóttir en lýsingu önnuðust Björn Þorgeirsson og Sveinn Benediktsson. En þeir sem koma hér við sögu í þessari útvarpsljóðritun eru einsöngvararnir Elín Ósk Óskarsdóttir sem syngur Dido, Sigurður Bragason Aeneas, Erna Guðmundsdóttir syngur hlutverk Belindu og Elísabet F. Eiríksdóttir hvort tveggja hlutverk annarar konu og nornar, Jóhanna Þórhallsdóttir syngur hlutverk Seiðkerlingar, Hrafnhildur Guðmundsdóttir hlutverk nornar og anda og Júlíus Vívill Ingvarsson syngur hlutverk sjómas úr föruneyti Aeneasar. Söngkópurinn Hljómeiki í hlutverki hirðar og almúa, konsertmeistari Sean Bradley en fylgirödd leikin af þeim Önnu Magnúsdóttur semballeikara og Hauki Hannesinni sellóleikara. Stjórnandi Guðmundur Emilsson. Sagan segir frá Aeneasi, syni Venusar og Ankises, sem hrekst frá henni brennandi Trójuborg Grikkir hafa hertekið. Hann ber að landi í Karþagó þar sem hinn fagra ekkjudrottning Dido ræður ríkjum. Óperan hefst þar sem fylgdarmeyjar Didoar reyna að sefa harma hennar. Aeneas kemur til sögunar. Með þeim takast ástir og hvetja hirðmeyjar Didoar hana til þess að láta undan, gleyma sorg og sút. Dido full efasemda en fær ekki staðist tilfinningar sínar. Niðurstaðan sú að ástin muni sigra og yfirstíga allt mótlæti og því stiginn sigurdans. Við heyrum nú fyrsta þátt óperunar Dido og Aeneas.
Thank you.